Nú sinni ég bara alhliða þjónustulausnum á heildarsviði. Nú enn auðveldara að ná sambandi við þjónustuanda Vodafone. Þín ánægja okkar. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Nýr Yaris bíll framtíðarinnar. Hann búinn Toyota Touch-kerfinu sem inniheldur bakkmyndavél, snertiskjá og framtíðarvænt fjarskiptakerfi sem veitir þér meðal annars aðganga tónlistinniðinni, upplýsingar úr aksturstöölvu og notkunar möguleika með farsímanniðinum. Frábær hönnun Yaris og véltækni Toyota skila fram úr skarandi eldsneytisnýtingu eða frá 3,9 lítrum á 100. 7 loftpúðar auka síðan enn frekar á öryggi ökumanns og farþega. Komdu og reynsluaktu nýjum Yaris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi og upplifðu bifreið hannaða með framtíðina í huga. Toyota. Novemberfest og bráðum koma jólin. Föstudagsfjör á skautasvellinu Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasvellið Egilshöll. Hey, þú sem ert hjá Símanum. Það 15% afsláttur af öllum BlackBerry-tækjum bara fyrir þig. Þú fær meira hjá Símanum. Í dag á hópkaup.is sogaði nudd frá líkamslögun á aðeins 3.750 í stað 7.500. Hópkaup í krafti fjöldans. FM 957. Þið eruð að hlusta á jólalagið hans Péturs Jóhanns Sigfússonar. Hvað heitir þetta lag, Pétur? Nakkajól. Nakkajól. Já. Það FM 95 blöð með ykkur á þessu miðvikudegi og eins og, bara alla miðvikudaga í vetur að þá verður alltaf einhverju nýr með mér. Já. Og Pétur, þú ert fyrsti svona gestastjórnandinn. Herðu, bara þakkaði fyrir það að leyfa mér að koma og taka svona vel á móti mér. Já, það Nú ég get talað bara hvert sem er. Já, það alveg sama hvað mikrofón þú talar í, það heyrist í þeim öllum. Mér finnst vond lykt af mikrofónu sem ég var að tala í áðan, ég ætla að tala í þannan. Ok, fíla, það var andfótt gestur hérna. Það náttúrulega fyrir neðan allar hellur að vera að byrja þetta á jólalagi, sko. Já, þetta var samt eina lagið sem við eigum með þér hérna í kerfinu, þú ekki sungið mörg lög. Og því miður fyrir þig að þá áttum við ekki Deepest Mode lag. Jú, það til Deepest Mode lög. Ok, þá bara... Það hlýtur að vera. Þá lofa þér því að við spilum eitt Deepest Mode lag á eftir. Já, við ætlum að spila bara Deepest Mode lög. Já, Gilsen komst upp með það að spila bara hérna eitthvað... Pitbull. Er það ekki Pitbull aðdáðandi? Nei, það verið seint. Og ég reyndar ekki Gilsen aðdáðandi heldur. Nei, þú... Hann óþolandi. Já. Djöfull hann var leiðilega maður. Þú hefur líka lag með hann. Ég hef lag með hann, já. En hann átti það skilið? Já, í grunninn átti það skilið, já. En hann alltaf bara, þú veist, hann áða bara skilið, punktur. Já, en þú ert komin hérna núna, bara með því að vakna á mótnana, sko. Já, þetta ekki fyrsta sinnstans sem að þú ert á F957. Ó nei, kallið minn. Þú varst með morgunþátt hérna bara hvað í 2-3 ára? Já, takk fyrir að minnast að það, veit ég. Það rétt hjá þér. Ég var hérna í mörg ár. Tæplega 3 ár. Já. Þannig að ég þekki hvert krók á að kema hér, þannig að þú ert ekki að kenna mér neitt um það. En væntanlegur hlustandur FM 957 núna, sko, sem að hlusta núna, þeir mun ekkert eftir því, sko. Nei, ekki, jú, það nú væntanlega einhverjir sem að hlusta sem mun eftir, en það sko... Þeir sem að voru að hlusta þá eru bara hættir... Hvað dánir það? Hvað heldur þeir að setja annars, maður? Maður eldist og eldist, maður gerir víst ekkert annað, maður. Nei, en þú ert nú alltaf að tala um það, þú ert nú að halda í barnið þér. Já. En ég sko talandi morgunþáttin ykkar, því að við hérna, varðveita barnið þér, það hérna, við Pétur ætlum að vera með 2 dagskráraliði hérna eftir, rifja upp dagskráralið sem að þið gerði, þú og Doddi, og annað heitir Innanlandskeppnin. Þá hringjum við sem sagt út á land og við megum bara segja einhver 3 orð og við erum að reyna að láta skella á okkur. Spilum það hér eftir. Svo ætla Pétur Jóhann líka að hringja fyrir mig 2 símtöl og biðja fólk að tróða eitthvað upp í raskat á sér. Þetta hljómar kannski ekkert. Hljómar ekki sexy. Nei, en virkilega skemmtilegu dagskráraliður. Já. Og svo ætlum við að henda líka hérna, við ætlum að henda út í umferðina. Já. Og ressa innkoman, þannig að það nóg að vera hjá okkur PJ Sig Fusion. Henda mér út í umferðina, hvernig þá? Hvað á ég?
Við finnum út úr því. Ég ætla að henda þér út í trafíkinu eftir jafnvel að senda í blómabúðina einn á mótið eða eitthvað. Ég er á bíl, sko, en ég get bara skutlast hvert sem er, sko. Fer hann allt? Já, þetta er sjálfskiptur Diesel Terrano kallinn minn, þannig að hann fer hans í margt, já. Hann með drif á öllum, sko. Sjálfskiptur Diesel Terrano, maður. 1999 orger, 2,7 diesel, turbo intercooler, 125 hestur. Stórkostluð bíl. Herðu, við ætlum að byrja þetta á John Johnson. Always Gonna Be There. Þekkirðu það lag? Hvort ætlar hann að vera tónlistarmaður eða þú veist, hvað er hann ekki ritstjóri? Jú, hann er ritstjóri Monitor. Það er eiginlega ekki hægt að vera bæði í einu, sko. Akkur? Það bara passar ekki saman. Akkur? Hann verður að velja á hafnamaðurinn. Já. Hvort ætlar hann að vera? Hann er líka fótboltamaður. Nún, já. Og bróðir Frikka Dór, þessi gaur er með þetta alveg gjörsamlega. Og örugglega með six-pack líka. Já, hann er í topp. Hangin er svo hestur. Jón Jónsson. Já, Jón Jónsson alveg með þetta á FM 957 þegar að hlusta á þáttinn FM 95 Blöð og það er miðvikudagur og það þýðir gestastjórnandi og gestastjórnandi dagsins er Pétur Jón Sigfússon. Ég ekki að fara í þetta núna eða? Nei, ég kynni þetta inn. Já. Ég var búin að gíra mig upp í það, afkynna Jón Jónsson maður og gíra upp stemminguna þetta. Nei, sko, ég ætla að stilla klukkuna. Fyrir ykkur hlustendur þá er Pétur Jóhann að fara að spreita sig á hressu innkominni. Ég ætla að láta alla strákana prófa þetta, bæði Gils og ok, ég skilði þig. Hjöppa á fleiri. Og þetta er sem sagt, þú fær 45 sekundur. 45 sekundur, já. Já, og þú átt að taka bara hressustu innkomu sem hægt er að taka. Já. Bara þú ert á FM 957, þú ert að fara að kynna en lag sem að þú fílar með einhverjum flytjanda sem þú fílar og þú ert all in. Já. Ok, nú stilla ég klukkuna. Ert þú tilbúin? Ertu búin að gíra þetta upp í þetta? Ég ætlaði nú bara, já, ég meina, ég er tilbúin, eins tilbúin og ég get orðið held ég. Ok, þá byrjum við þessa innkomu. 1, 2 og núna. Já, Jónsson, eða með ykkur á FM 957, það er að segja að hann er ekki með ykkur á FM 957. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og við vorum að hlusta á Jón Jónsson. Sem minnir mig á skemmtilega sögu í sigur hennar síðar vegna þess að við höfum ekki tími í það. Við erum að geta þar að gerast þannig frekar hratt og við ætlum bara að vinda okkur í næsta lag. Við gefum bíómið á eftir, við gefum ykkur Transformers, diska og það er alltaf verða vitlaust. Það er aldrei að vita nema að keyrum í ykkur pizzu hérna við barnin. En við ætlum að henda okkur í næsta lag sem er að geta lagara tæðinu. Við ætlum að keyra upp stemmingunni sem við sagði ykkur áðan. Justin Timberlake. Þú átt að þá 20 sekundur eftir. 20 sekundur, við ætlum að keyra upp stemmingunni svo áðan eins og ég sagði ykkur áðan. En við höfum smá tíma til að drepa hann. Við ætlum að kíkja á veðrið og það er spikfínt veður út allt land og það er ekkert að kvarti við tíma þannig að við ætlum að skella okkur í Justin Timberlake og það er ekkert að lagara tæðinu það lag. Bring sexy back. You ready? Yes. FM 95 Blöð með ykkur á þessum, miðvikudegi og Pétur Jón Sigfússon er gestastjórnandi dagsins. Hann var að taka hressa innkomið þetta rétt á og nú stóðst þið bara vel. Já, það gæði fyrir. Það er alltaf fínt að kynna en Justin Timberlake ef þú ert í miklum gýr. Já, breytir ekki máli. Justin Timberlake virkar alltaf. Já, ég er alveg saman með JT er alveg með þetta sko. Já. Það er nóg framöndan hjá okkur, við ætlum að fara í innanlandskeppninu eftir þar sem við hringjum í fyrirtæki og megum bara að segja 3 orð. Pétur Jóhann ætlar líka að hringja á fleiri staði og fá fólk til þess að tróða ýmislegu á skrýtna staði. Það er skemmtilegt líka þannig að það er nóg framöndan hjá okkur. En nú finnst mér vera komin tími til að við tölum saman, ég og þú. Já, sammála því. Tölum bara saman. Við tölum ekki nóg mikið saman þess að dagana. Í rólegheitunum. Og fólk er núna, klukkan er orðin það margt að fólk er að rúlla heim. Já, 20:04. Já, fólk er í umferðinu og nú er svo bara svo mikið atriði að bara, að þú veist, að slaka eins á. Já. Að fólk bara svona geti slaka á undir stýri og hvað langar þið að tala um þetta? Já, sko, ég var að lesa hérna á netinu. Já, á netinu, já. Nei, við skulum frekar tala um eitthvað svona, eitthvað frá hjartanu. Ok, hvað viltu vita? Ég skal tala um hjartanu. Það er það sem að fólk, já, hvernig til dæmis bara líður þér, Auðunni Blöndal í dag? Mér líður bara mjög vel. Hvernig leiðir þér í morgun þegar þú vaknaði til dæmis? Ég bara feskur. Já. Af hverju? Ákvastu það eða leiðir bara svona? Mér leið bara svona þegar ég vaknaði. Ég er enda mjög morgunfúll en ég var fljótur svona að koma mér í gírinn. Þú vaknaði og þú fengið væntanlega morgunmat. Já. Hvað fyrstu þér í morgunmat? Ég fekk mér serjós og hleðslu. Ok, nú er ég að leyfa hlustendum sko að setja sig í þín spór og komast inn á þitt heimili og svona, hvernig, þannig að við sjáum svona, hvernig eru veggirnir heima þér? Hvernig eru veggirnir? Eru þið hvítmálaðir? Já, svona, já. Og er parkett á gólfum? Já. Eru gardínu fyrir öllu? Nei. Nei, enga gardínu? Jú. Þannig að það var mjög bjart þegar þú vaknaði? Nei, það er frekar dimmt þessa dagana. Ok, þannig að það var dimmt, nú vaknaðu svona snemma? Já. Akkur vaknaðu svona snemma? Já, snemma og ekki snemma, 8:30. Já, og þú ert velvaxinn maður, út í ræktinu svona, hvað fékkstu þér að borða?
Ég var að segja þér að Seriós á hleðslu. Seriós á hleðslu? Já. Og hvað segir einkaþjálfarinn við því? Ég er ekki hjá einkaþjálfara. Ertu ekki hjá einkaþjálfara? Hvar ferði í ræktina? Ég fer hjá í sporthúsinu. Fórstu í morgun? Já. Klukkan hvað varstu kominn? Ég var með ekki morgun, ég var mættur þarna 1:30 og skvassaði. Þú fórst í skvass, já. Já, ok. Það náttúrulega rosalega ánægilegt. Að skvassaði? Nei, bara að byrja daginn á því að fara í skvass. Ok, hvernig byrjað þú daginn þinn? Í morgun bara byrjaði, þú veist, ég var eiginlega vakandi alla nótt, sko. Okkur? Þannig sé, ekki allan. Var kallinn? Nei, var kallinn voruð í stuði? Skutuðjóðinn? Aðeins að taka á henni. All nóttinn bara? Þú drögglaður? Nei, veistu, þú veist, það er svolítið skemmtilegt að þú skuli koma þarna inn á þetta, sko. Það er búið að vera lítið. Þú veist, við erum nýbúin að eignast. Varstu ekki að fá það heima þér? Nei, nýbúin að eignast. Ég bý með móður minn. Nei, við erum að, þú veist, ég er nýbúin að eignast lítinn dreng, sko. Já. Þannig að það er ekkert mikið svoleiðis. Hvað er strákurinn hann gamall? Hann fættist 1. september, hvaða dagur er í dag? Nóvember. Já, 9. nóvember. Já, hann er rúmlega 2 mánaða gamall. Já. Þannig að ég var... Þetta er náttúrulega fyrsti strákurinn. Já. Eða fyrir utan guttan hann á Húsavík sem skiptir ekkert að. Já. Hann hefur verið 7 ára, eða ekki? Jú, ég bara hringi ekkert í hann úr. Nei. Mamma salta með eitthvað veðsenn. Ég tala bara ekki. En er þetta ok? Svona fyrst þú ert að fara inn á þessa sálma, er þetta ekki bullandi hamingja hjá þér? Jú, alveg gríðarlega hamingja. Og virkilega þakklátur ég að fá auka sett af kúlum bara inn á heimilið. Þetta er bara... Það er bara svo mikilvægt maður þú veist að vera með. Það voru bara 2 eistu fyrir þig ekki? Jú, það voru bara mín eistu. Já, og þau eru nú ekki stór. Nei. Sigrún er gjörsamlega með því í vasanum. Já, gjörsamlega. Já. Og samt er hún ekkert sammálaður í því. Nei. Og sénka hún að þetta ríkir mér núna maður. Herru, en ég menna þó hann tali, hann er ekkert farin að tala hann en samt er þetta bara auka svona ego bara búst fyrir mig, sko. Já, þú átt náttúrulega dóttir og Sigrún á dóttir. Já, geta sagt setningar eins og við feðgarnir bara ætlum að gera þetta. Já. Við feðgarnir, svona ýmislegt sem að skilur, sem að þetta veiti bara aukinn svona, hvað voru að tala? Þú varst ánægður að fá auka eistu? Aukinn kraft, já, aukinn kraft, sko. Þannig að það er náttúrulega óbáslega þakklátt fyrir mig. En hvernig er hann líkur öðru, þú veist? Er hann líkur þér eða er hann líkur sér? Hann er bara blanda af öllum, sko. Já. Já, nú er ég diplomatískur. Já. Hann er náttúrulega svakalega líkur mér. Já. Hann er fjallmyndalegur. Til að halda öllum góðum og hann er líkastur mér, sko. Já. En til að halda öllum góðum þá er hann alveg líkur öllum líka hinnum, sko, sem vilja að hann líkist sér. Öllum hinnum er það ekki bara Sigrún? Nei, minna þú veist að þegar ömmunar koma mér, það er svo líka mér og eitthvað svona, hann er alveg eins og ég þegar ég var ung og eitthvað svona. Það er kannski ekki jákvæmt ef hann er alveg eins og amma sín, drengurinn. Það gengur ekki maður. Nei. Viltu eiga son sem er nákvæmlega eins og mamma þinn? Nei. Þetta kom út í villasögna hjá okkur. Kíkjum á netið sem þú varst með. Kíkjum á netið. Það er ekki að skoða eitthvað á netinu? Já, við skulum bara fara í þennan eftir, sko. Nei, slökum á. Tölum saman. Hvað varst það að tala um á netinu? Fólk er að keyra á svona. Fólk nennir ekki að hlusta á eitthvað. Hvaða lag ætlar að spila? Ég ætla að fara í Without You með David Guetta. Já, ok, förum í það. Það er þetta gott lag, já. Ok, svo getum við tekið þessu könnun í þetta. Fólk slaka vel á yfir því. Svo er innanlandskeppnin og símtöluðin, þannig að við skulum fá þetta eitt lag. Já. Ljúfir tónar. Ljúfir tónar. Lagið Without You. Já, með David Guetta. Nú. Já, þetta er sem sagt David Guetta og Usher saman félagarnir. Já. Rándýr félagskapur. Maður hefur nú getað sagt sér það, sko. Já. Herru, við ætlum að vinda okkur hérna í innanlandskeppni. Já, þetta er dagskrárlið sem að þú og Doddi litli voru með. Já, þegar við vorum hér á FM 957. Já, og viltu útskýra núna fyrir hlustöndum hvað erum að fara að gera, en ég finn þetta hérna. Já, við vorum sérst með hérna dagskrárlið og hann gekk einfallega út á það. Við vorum líka með utanlandskeppni, þá hringdum við til útlanda. En innanlandskeppnin, og þær voru bara nákvæmlega eins, nema hvað við hringdum bara til útlanda þegar við vorum í utanlands og innanlandskeppni hringdu innanlands. Og þetta virkar þannig Blöndal að ef ég á að hringja, þá var þú að segja mér. Já. Segja þér. Það heyrði enginn. Ok, þú byrjar. Nei, já. Er það ekki? Þú segja mér hvað. Já, ef ég er að fara að hringja til dæmis, þá var þú að segja mér hvað ég á að segja og ég má bara segja það.
og keppnin felst í því við getum í rauninni látið hann að ganga út á það hver nær að láta fólkið vera nógu lengi á línunni eða hver nær að láta leggja á sig fyrst, skilur? Já. Náður þessu? Ég næ þessu. Ok, og ætla þú að byrja? Já, við ætlum að byrja þarna á síndalinu mínu. Ok, og þá, ég þarf að ákveða hvað ég á að láta þið segja. Já. Og, þú mátt náttúrulega byrja að segja góðan daginn. Já, ég má nota góðan daginn oft eða ekki. Jú, góðan daginn. Svo var ég til ég að myndir segja mikið djöfull er ég orðinn þreyttur á okkur. Ok. Eitthvað svona, djöfull er ég orðinn þreyttur á okkur. Já, ég reynir ekki. Mátt bara segja það. Ok. Ekkert annað. Ok. Tilbúin? Já, má ég sjá hérna. Ok. Ég er sveit. Halló. Góðan daginn. Daginn. Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur. Er það? Hver er þetta? Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur. Hæ? Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur. Hver er þetta? Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að verða pirraður á ykkur. Jæja. Pirraður? Já. Á ykkur. Hæ? Á ykkur. Hvað? Byttu við? Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur. Ertu að hringja til að segja mér það? Góðan daginn. Góðan daginn. Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur. Daginn. Hver er þetta? Pirraður. Já, ég hef búin að heyra það. Á ykkur. Ok. Hvað er það pirraður á okkur? Ertu ekki bara að tala um mig? Djöfull er ég að verða pirraður á ykkur, maður. Ég er að verða svo pirraður á okkur. Ykkur. Pirraður. Góðan daginn. Ég er búin að bjóða þig góðan daginn, sko. Góðan daginn. Ég er búin að bjóða þig góðan daginn. Góðan daginn. Já. Góðan daginn. Pirraður. Já. Á ykkur. Já. Fyrirgeðu, ef þú ætlar ekki að tala um mig, þá hef ég fleiri kúnum að sinna hérna. Djöfull er ég að verða pirraður. Góðan daginn. Já, það er skemmtilega. Ok. Þetta var fljót afgreitt. Já, þetta var 1:30 sko. 1:30, þannig að ég þarf að annarkvort að, ég meina já. Þetta er samt mjög óþægilegt sko. Þetta er mjög óþægilegt. Já. Sérstaklega því að mann langar alltaf til að segja bara fyrirgefðu, þetta er bara eitthvað ruggsmaður. Þetta er bara ég hérna, Pétur Jóhannsson, ég var beðinn um að gera þetta. Herðu, en þú ætlar að taka, nú er að hérna, við ætlum að láta þið tala um að jæja, nú er að koma jól. Já. Viltu undirbúa það, ég var að fá eitt lag og svo gerum við þig kláran? Nú styttist í jólin. Já, ok, tökum það, nú styttist í jólin. Jæja, nú styttist í jólin. Viltu fara beint í það núna eða viltu fá lag? Tökum lag, ég þarf að undirbúa mig andlega og líkamlega. Ok. FM 957 blöð með ykkur. 957 blöð með ykkur? Já. 95 blöð. Þetta passar ógeðslega vel maður. Já, þetta er svona... FM 95 blöð. Þetta er ráðtíð. Veistu, ef ég væri í sömu spóru, þá get ég ekkert, það væri bara FM 95, getur, Jóhann. Já, það er líka alveg að fallegt. Þetta er bara, þú veit að það er svo fættur í þetta maður. Auði blöð. Auði blöð. Ef þú væri frá 4 til 2 eða eitthvað maður. Já, nei, frá auði. Þetta mættilega vera auði blöð og Siggi Hlöð frá 4 til 2 og FM 957. Frá 4 til 2, frá 4 daginn til 2. Það væri hrigalegt, frá 7 til 2. Já, frá 7 til 2. Já, FM 957. Herðu, ok, ég var í 1,5 mínútu, þá var skellt á mig. Við erum hérna sem sagt, ég og Pétur í innanlandskeppninni. Þetta er gammal dagskráralið sem þeir voru með hann og Dotti litli. Já. Og nú er komið að þér að ringja. Já, hérna er þetta allt saman, ég er ekki þetta klart. Og þú ætlar að segja hérna þegar ekki, jæja, nú styttist í jólin. Nú styttist í jólin. Já. Það er einu sem ég má segja, og góðan daginn alltaf. Já, góðan daginn og eins og þú sagði mér áðan, ég mátti nota sömu orðin aftur og aftur. Þú þurfti ekki alltaf að segja þessari röð. Ok. Erum að sjá, ég ætla að reyna að ringja. Það rústa þér. Ok. En byrju, viltu láta skella þig sem fyrst eða viltu... Já, ég þarf helst að, láta skella mig á undan þér. Ok, að sjá það. Hérna. Góðan daginn. Já, nú styttist í jólin. Styttist í jólin, það er nú gott. Mikið er glöð. Já, nú styttist í jólin. Já, og? Nú hvað segir þið? Styttist í jólin. Já. Jólin. Jólin? Hvað segir þið? Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Jæja. Nú styttist
í jólin. Já. Og hvað var það að þýða? Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Nú styttist í jólin. Já, það nokkuð rétt hjá þér. Nú styttist í jólin. Og hvað? Og hvað? Nú styttist í jólin. Já, og? Og hvað kemur svo? Það var að styttast í jólin. Já, ég veit það. Það styttist í jólin. Já, það nokkuð rétt hjá þér. Það styttist í þau. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Nú styttist í jólin. Nú styttist í jólin. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Daginn. Nú styttist í jólin. Já, en ætlar að segja mér eitthvað meira? Nú styttist í jólin. Já. Nú styttist í jólin. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég veit ekki hvað það er eitthvað svarið. Já, Guðmundur. Góðan daginn. Góðan dag. Nú styttist í jólin. Nú er það? Það nú gott. Nú styttist í jólin. Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, allan daginn. Nú styttist í jólin. Já, það heldar með því. Nú styttist í jólin. 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 Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Það var mikið, maður. Þetta tók sinn tíma, maður. Tók tíma sinn, maður. Voðalega var hann, hvað, ég hlýt að tapa þessu. Hún var líka svo hress eitthvað, maður. Alveg bara, ég var að verða brjálaður. Ég var farin að svindla, sko, ég sagði fullt annað. Já, þú varst Ég öskraði og þetta er að spanna, sko, tæknilega. Þú varst í 2:30, sko. Já, þetta er bara klúður. Já, þannig að samkvæmt ykkar reglum þá vann ég innanlandskeppnina. Þú vannst þetta alveg skuldlaust. Herru, félagar, skulum fá stuttar auglýsingar svo hér og eftir höldum við áfram með símann og við ætlum að... Reyndar er það þannig, sko, ef við værum í Japan eða eitthvað. Já. Og ég tapa, þá eru við drepin, sko. Já, það er að skemmtilega. Býður mér hér í þennan þátt. Ég kem hér í góðri trú. Og það er náttúrulega eðlilegt að ég hefði fengið að vinna, sko. Já, þetta er sko eins og ef þú ert að keppa þig tengdapappaðin í einhverju, í Japan eða í Asíu. Bara í tennis. Já, tennis eða golfi. Já, bara það bara fyrir hún. Ef þú vogar að vinna, þá er hausinn farinn. Já, þú ekki 7 dagana saman. Það eru fá smá auglýsingar. Máltíð mánaðarins á KFC. Original Boxmaster, franskar og gós á aðeins 999. KFC, svo gott. Besta steikasalatið í bænum. Og kóriandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Sam Film kynir We can all go on a mental holiday. The In-Betweeners. We've been spotted. Look cool. Vinsælasta grínmynd frá upphafi í Bretlandi. The In-Betweeners. You're a virgin, that's cool. Sýnt í Sambíónum. Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Dansvænasta plata ársins er komin út. Mesopotamia með sykur. Komin í allar helstu plötubúðir. Föstudagsfjör á skautasveitinni Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasveitið Egilshöll. Langar þig í bananasplitt. Ísbúðin, háletisbrönd. Kafbátur mánaðarins á Subway er BMT, aðeins 399 krónur. Subway, alltaf fest. Þú þarft ekki að hæmleika hambúrgaran upp úr honum. Þú þarf bara að taka þátt í Facebook-leiknum okkar og skora á vinn að koma sér í form og þið æfið báðir frí til áramóta. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Dótið er í barnaboksunum á Metro og bara gaman. Betra á Metro. Betra á Metro. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gós á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Hei, ertu ekki örugglega hjá Símanum? Það er magnaður miðvikudagur og þú farið 20% ábót þegar þú fyllir á frelsi og ring á símin.is.
Þú fær meira hjá Símanum. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Eldsmiðjan. 2,2 miljardar króna. Þannig var það pláss fyrir hærri tölu í þessum auglýsingum. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Í kvöld Party Bingo á Café Simpson. Já, ég sagði Party Bingo, fullt af vinningum sem seðja þostan og þú getur einnig unnið ferð til Evrópu. Café Simpson. Polar Bear kynnir. Kvöldstund með Kevin Smith, leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack and Miri Mega Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem fer fram í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember klukkan 20. Miðasala á miði.is og í Hörpu. Komdu og hlusta á bransasögur sem engin annar þorir að segja. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lana Del Rey, Video Games, hrikalega flott lag, ljúft og þægilegt. Ég á að vera með Pétur Jóhann núna hérna á línu. Pétur, heyrðu í mér? Heyri vel í mér, kallinn minn. Heyri vel í mér, ég fíla það. Ok, herru, þú ert komin á stjá. Já, ég er komin út. Já. Og hérna, komin hérna í hverfi, hérna rétt hjá. Já, hvað heitir þetta hverfi? Ég bara veit það ekki. Nei, ok. Þetta er bara, þú veist, hérna í Skaftárhlíðinni, sko, eða, þú veist. Já, þú ert í Hlíðunum. Já, er ég ekki í Hlíðunum þá? Jó, það er ýmislegt sem gengur á í Hlíðunum. Já, það eru orðasönnu, Blöndal, og svolítið skemmtilegt að þú skuli koma svona inn á þetta. Já. Þetta segir svolítið mikið hvað þú ert náttúrulega vanur fjölmiðlamaður, að þú kannt að koma þér inn í hlutina, skilur við. Takk fyrir það. Skýrt og orðinort og snögglega. Og ég er komin hér fyrir utan hús og ég var að dingla bara hér á bjöllu að handahófi og alltaf hvort að sé einhver möguleiki að ég fái að fá að nota klósetti hjá einhverjum. Já, við ætlum svona aðtúa ef að ég... Nei, ert þú að hlusta á FM 957, eða Blö? Hvaða stuð er þetta? Hlusta á? Disk. Nú ert þú bara að hlusta á disk, ok. Ellen Kristjáns er hérna bara í bíl. Já, ok. Ellen Kristjáns, sko, tónlistakona. Ætti nú að vera mörgum að góðu kunn. Trottu þér inn í bílinn hennar og skiptust sett á stöðina og þú veitir ekki að hlustun. Já, skellt á FM 95 Blö, hann er núna alltaf hann ötti Blö, sko. Það kemur rosa vel út fyrir hlustun, sko, af því að þú veist, þetta er allt. Ef hún skildi vera með mælitæki á sig, maður. Já, ef hún skildi vera með mælitæki. Hvað heitir Voffi? Voffi? Kistu hundin, Pétur. Hvað heitir hann? Lúk. Ég þór ekki að kissa hann, maður. Þú frist líka hundaður. FM 957, já. Það er komið, hún er búin að stilla á þetta. Ok, takk aðeinslega, Ellen. Ok, takk aðeinslega. Býrðu hérna, eða? Já. Númer 7? Já, ok. Já, flott, maður. Þú ætlar ekki að reyna að fara að klósti á henni, það? Nei. Ég ætla að gera þetta erfiðara, ok, takk. Guð geymi þig. Guð geymi hana. Pappa. Ok. Hún sagði sömulegis. Nú var hress hún, Ellen. Já, enda topp í að það var það. Ok, nú er ég komin hérna bara í hús. Ok, ég var einmitt að hugsa að fólk hlýtur að leyfa Pétri Jóhann að fara á klósetti, sko. Já, ég ætla bara að dingla, sko. Þetta er bara fjalla, skilju, þannig að hérna, það gæti reyndar verið kannski svolítið mínus ef fólk sér mig ekki, sko. Ok, ég dingla bara, þetta er bara fjölbýlishús, ég dingla bara á alla bjöllurnar, sko. Já, ok, en þú varst bara að komast inn einhvern veginn. Já, ég veit það, sko, þannig að ég var aðeins truflaður þetta. Skilur þú? Já. Ekki truflaður, en, halló? Nei. Er ekki verra að vera í fjölbýli, Pétur? Já, nei, það er ekki góðlega. Ok. Góðan daginn. Er einhver möguleik að fá að nota klósetti í þess? Bara örstuð. Ég fer úr skónum og allt, sko. Ég lofa því. Er það í góðu lagi? Já, þarna það er frábært, þú bjargar mér alveg. Og ég ætla bara að gera númer 1, sko. Þú veist það. Er það að fara? Hvert er það að fara? Þú ert eldsnöggur að þessu maður. Ég er eldsnöggur. Er þið á hraðferðið það? Ætlaði að fara út á kaffihús. Nú, hvað er þetta? Þetta er slagir, maður. Kósi, þið tvö eitthvað. Hæ, Pétur heiti ég. Já, það er Sigrún. Gaman að nú hvað, kona mín heiti Sigrún líka. Skemmtileg tilvíðun. Ok, eru þið búin að vera lengi saman? Já, svona. Já. Ég og Sigrún mín, við erum búin að vera saman alveg í 4 ára. Hún er rosa fín, sko. Heyrðu, ok, á ég að fara úlpunni eða? Ég má alveg vera í henni bara. Alveg frábært. Komdu þér inn á klósett, drengur. Þið banki bara ef ég er búin að vera of lengi.
Ok, ég er komin inn. Ertu komin inn á klósett? Já. Hvernig lítur það út? Þetta er bara snirtilegt og flott klósett. Ok, stórt og mikið það? Já, nei, það er ekkert svo stórt, sko. Ok, eru skápar Ég get ekki farið úr úlpunni af því að síminn er þar. Já, það er alltaf læg. Það er alltaf saman hvort þú ert í úlpunni, ekki? Hvað mennur, ég piss ekki í úlpunni, sko. Nú þarf það mýga? Já, var það ekki svona dagskarliður, gekk hann ekki út af það? Jú, ég bara vissi ekki og þyrftir actually að mýga, en ég vildi líka, er einhverju skápar hann, eða? Já, það er reyndar bara undir vaskinum, sko. Ok, tjekka það, hvað er verið að finna? Já, svo er skápur hérna, sko. Ok, hvernig ylvött, hvaða rakspírar eru í gangi? Eru verkjatöflur þarna? Nei, hún er hérna með 212-60. 212-60, er það ylvatn, eða? Já. Ok. Það er eitthvað... Sprautaði á þig? Veitu? Heyrðu þetta? Vá, góð lykt af þessum þar. Sigrún er alveg með þetta? Já, heyrðu, svo er hún líka, hún er með meira. Hann verðist ekki, jú. Ég skýta litt á honum. Nei, strákurinn er ekki með, ég get ekki séð að hann sé með neina svona kallarakspíra eða neitt hérna maður, óalega skrítið. Það er engar, við hlusta á þetta. Heyrðu þetta? Ég er búin að frussa alveg svakal á mig. Svo kemur maður náttúrulega, það er pínu humor í því, sko. Þá var náttúrulega koma ángandi svona ángandi að kvennaslikt út, sko. Þetta er Naomi Campbell. Það bara þegar að hugsa hvað djöfulur var alveg að gera það inn. Já, ég er búin að blanda þess öllu saman, sko. Já, ég laka líka til að finna lyktina þegar þú kemur aftur upp í stúdíó. Skella kannski á sig varalit. Já, settu sem að varalit það. Hún grínspýtu, settu sem að varalit það. Kottu það út bara eins og hafi verið í tómu rugli hérna klósku. Nei, ég get ekki. Jú, settu smá, það gera þínu. Ég finn ekki varalit hérna. Ögskuggaði eitthvað djöfulinn. Býttu aðeins, Öti. Já. Þú veist, ég hef alltaf tilfinningun að þú sér bara að fara eitthvað annað. Fara eitthvað annað? Þú veit, svo stressaður, ég verð alltaf svona, ég verð eins og hengdur upp á þráð. Nei, ég var að fá mig kaffibólla, ég verð bara við, ég er alltaf vanu því. Herðu, ok, ég er góð með varalit. Ok, smelt honum í þessi. Elströðan og fína varalit. Herðu, þá, sko, þetta er bara ágreitt mál, hérna. Já, allar að míga eða? Nei. Ok, farðu... Það var kaffihús, það var enga tími þetta. Farðu fram með varalitinn og ánga til vatni. Já. Heyrðu, hvað, þau eru bara farin? Nei, þau eru... Heyrðu, takk fyrir þetta, maður. Ég fekk smá ylvatn og varalit. Líka. Takk fyrir það, maður. Þú notar ekki. Segðu, ég ger þetta alltaf þegar ég er nýbúin að eignast barn. Þá fyrir ég að klósetti í öðrum og set smá varalit á mig. Já, ég ger þetta alltaf þegar ég er nýbúin að eignast barn. Þá fyrir ég að klósetti í öðrum og nota varalitið þeirra. Það þýr að krakki verið góður í skóla. En það sturtaðist ekki niður, ég veit að því. Það er einn tvistur að bíða eftir ykkur eftir kaffihúsi. Það er einn tvistur að bíða eftir ykkur eftir kaffihúsi. Takk fyrir þetta. Bæ. Herðu, gott upp í stúdíó. Er það býta eins, veit ég? Já. Býta eins? Já, ég er hérna. Býta? Já, ok, Herðu, á ég að koma aftur tilbaka? Já, það ekki. Hefur við ekki að gera meira svona? Jú, ok. Findu eitthvað skemmtilegt, ég ætla að henda Florence and the Machine á. Vertu ábúin að finna einhverja góð íbúð? Já, ok, bæ. Já, Florence and the Machine með Shake It Out og þessi diskur er vist í ruglunu. Hann á vist að vera mjög góður en Pétur Jóhann Sigfússon er ennþá hérna með mér í FM 95 Blöð og við erum að kanna klósettvenjur fólks. Pétur, þú ert ennþá á vappinu, ekki? Jú. Ertu búin að finna, við ætlum að taka eitt heimili viðbót og aðtúa svona, hann hefur getum gert samanburð. Já, einmitt, það hljómar vel og ég bara er einmitt akkurat í þessum tölu orðum að lappa upp tröppur hérna. Ok. Og að dingla hérna hjá einhverjum. Já. Það stendur nú, sko, á bjöllunni hérna. Var þetta flott íbúð sem að stíða hana? Já, hún var mjög smekkleg. Já, þetta er svolítið rándýrkar við hérna, sko. Það er einmitt, sko, svolítið algengt hérna í hlíðunum að fólk býr vel hérna. Já, fólk er ekkert að vinna á lager og er bara en íbúðin í hlíðunum, sko. Nei. Það er ekkert slíkt í gangi. Og nú er ég búinn að dingla á 2 bjöllur hérna, þetta eru... Ok. Halló? Góðan daginn. Nei, hvað segir þið, tókar?
Heyrðu, má ég nokkuð nota klósetti hjá? Ekki vera að nýta börnin, Pétur. Er mamma? Pabbi heima? Ok, strax betra. Er eitthvað möguleik að fá að nota klósetti hjá þig? Gjörðu svo vel, já, því líka snillingur. Ég fer bara úr skónum, sko, þú veist. Maður vill nú ekki vera að spora allt út, þetta er allt svo fínt hérna, maður. Er þetta græni parkett? Er þetta plast? Á ég að fara úr þeim? Nei, bara skórum, ég ætla að fá að taka mynda með strákunum hérna með þér. Já, það er bara yndislegt, ég er bara ekki valla beðið. Nei, ég segi svo. Nei, heyrðu, konu, nei, sælar. Á hann flott á konu? Er klósetti? Nei, hvað er? Pétur, á hann flott á konu? Ræðaði bara hitt og... Blessað, Pétur. Er konaðinn heima? Nei, hún er í vinnunni. Hún er í vinnunni, já. Konan hans er í vinnunni. Já, ok. Herri, já, skelltur inn á klósett. Já, herru, ok. Það er flott klósett. Já, þetta er svona svolítið flott. Já, herru, en ég er að fara í tvistin, sko, þannig að... Já, ok, þetta er flott. Það eitthvað tekið smá stund, sko. Það er ekkert málsam. Já, erum við að tala um 2007 klósett, eða? Já, ég myndi segja þetta. Þetta er svona retro klósett, sko. Já, ok. Það eru gamlar brúnar flísar hérna á veggjum og... Já, svona gamaldags. Já, þetta er gamaldags en samt einhvern veginn búið að laga þetta svolítið. Ok, eru að tala um einhverja skápa eða? Hvað segir þið? Eru að tala um einhverja skápa? Skápar, já, það eru skápar og alveg fullt af kvenmannsylvatnum hérna. Ok. Hérna er kvenmannsylvat sem heitir Flower Bomb. Flower Bomb, smeltu smá á þig. Já. Já. Góð, þetta er góð lykt. Þetta er svona alveg blómahelmur, sko. Já. Nú, svo, herður, Auði. Já. Veistu hvað ég er komin í hérna? Kottu með eitthvað juicy. Ég held að snirtitaska mannsinn sem að tók á móti mér, sé hérna. Já. Og hann er með Armani Mania. Það er ekkert annað. Þetta er svaðalega góð lykt. Það er sletta skýrun sem eiga það, maður. Armani Mania, maður. Sérstaklega því ég er búinn að sko blanda í núna saman við kvenmannsýrum minn, sko. Já. Góð lykt. Góð lykt ef við blundar. Ertu að finna eitthvað verkjalyf eða eitthvað? Engin verkjalyf hérna, sko. Hérna er tannþráður. Já. Og varalitur. Skell á mig hérna rauðum varalit. Eru tannburstar þarna? Tannburstar, já. Smeltu 2 undir handakrikan og settu aftur í glasið. Ertu alveg... Á ég að gera það? Hvað segir þið? Nei, ok, gerum við greiða. Settu tannkrem á hann. Já. Og láttu renna vatn á hann og kottu fram núna eins og sétt búin að vera að kúka. Já. Kottu fram að busta tennuta með eitt bustan. Og þakka ægislega fyrir þig og láttu smelta einni mynd með strákunum. Nei. Með eitt tannbustan. Já. Tannkrem á hann. Kottu svo fram og verðt að tannbusta og segja, herru, hvenær á að skelli þessa mynd gamli? Ég er upptekinn maður. Ok, býta aðeins maður, býta aðeins. Ég er að setja tannkrem á hann en þetta er einhver grætt busti, sko. Græt, já, þá á gaurinu dörgla, það er allt í lagi. Guð hjálpum mér að... Ok, ég er búinn að... Heyrðu? Já, ég heyri. Farðu hérna fram, verðt að tannbusta og segja, herðu, gemli, á ekki að smetla á þessari mynd hérna? Já, ok. Og verðt að tannbusta með hann. Komið þið. Á ekki að smetla þessari mynd, ég er tímabundið maður, sko. Ég er tímabundið maður, svona. Hver er hann að tala um það? Ég var að bursta tennur, sko. Ok. Þegar ég var í sleik við hund á hann, ég varð að taka þess. Ég var í sleik við hund á hann, ég varð aðeins að bursta tennur. Herðu, ég fer úr úlpunni. Og kveðu mig og kottu upp í sett, Pétur, dreyðu þig. Þú ert sloppinn. Herðu, ok. Sér þetta smá. Já, bæ. Herru, já, þá er Pétur Jóhann búinn að fara að kanna klósettvenjur fólksett í Hlíðunum. Þökkum honum kjalla fyrir það, hann er á leiðin aftur upp í stúdíó. Nú ætla að fá eitt af mínu uppáhaldslögum sem heitir Why I Love You með Jay-Z og Kanye West. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Degi og Pétur Jóhann Sigfússon, ég get votta það að hann fór all in þarna inn á baðherbygginu því ég hef aldrei fundið aðra eins lykt og er hérna í stúdíónu núna. Svakalega mikil kvenmannsylvatslykt. Já,
Það er svona eins og sért nýkomin á einhverju svona húsi sem er löglegt á Spáni. Ekki það ég hef fundið lyktina þar inni, en ég hef heyrt það af félögum mínum. Já, löglegt á Spáni, já. Eða sé á leiðin á kóraðingu. Heyrðu, ég frussa á mig sko 2 ylvötnum á fyrra klósettinu og svo 2 á þessu klósetti og kallmannshilm. Já, ég táraðist bara nánast og komst þetta inn. Það er mjög sterk lykt þar. Svo kom ég ljós, þú ert að sjá svipin á manninni þegar ég kom fram með tannburstan. Gamli dættu þessa mynd maður, ég er tímabundin maður. Hvað er þetta bara að koma með tannburstan? Horfði á mig sem ég væri ekki að glikka. Ekki alveg satt við það. Hver átti burstan? Ég heyrði það ekki. Dóttir hans. Nei. Jú, hún kíkti svona aðeins þegar hún sá að ég var kominn, þá lokaði hún strax hurðin og kom ekkert fram aftur. Já, ok, og varstu með tannburstan hennar? Með tannburstan hennar, maður. Þetta er raunin það næsta sem kemst ég að fara í sleik við lítinn krakka, sko. Já, þakka þér innilega fyrir það, Blöndal, að koma því á framfæri hér. Það minnir maður þegar við vorum á Akranesi í Allt fyrir aurinn. Já, en við ætlum að vinda okkur í næsta dagskráliðu hér. Við ætlum að vinda okkur í Hvað er klukkan? Sem er, hvað er klukkan hér á FM? Hún er 14 mínútur, ég man eftir þú. Þú verður alltaf að tala, já. Ég vil ekkert alltaf tala um þetta. Já, verður alltaf að tala. Ok, bara svo veitir það veit ekkert allir hlustandi hvað erum að tala um. Þetta við unnum saman í hvað? 4 ár. Farði ekki langt. Fylgist með okkur á FM. Og við fórum í Allt fyrir aurinn Akranesi, ég, Sveip og Pétur, og það var þess að stelpa í skólanum smátt að fara í. Ok, ég skal hætta þessu. Þetta var hrikalegt. Já, ég hef aldrei séð þig líða jafn illa. Nei. Þannig við skulum ekkert að rifja það upp. Þetta var líka upp á sviði. Já, þú varst bara í sleik með úlling fyrir framan alla. Já. Og hún fekk 25 skall fyrir það. Það var fyrir framan allan skólan. Já, það er bara, jæja, þá ertu að fara að kissa Pétur, þú fær 25.000 fyrir það. Allir skólinn að hvetja, það var eitthvað rangt við þetta atriði. Mjög rangt. Og þegar þú gifti þig, þú ætti að spila þetta í brúðkaupinu. Nú, er þetta ekki komið út á DFT? Nei, þetta fór aldrei á disk. Þú manst ekki, þú tókst alveg fyrir það. Já, alveg. Þú vildir helst brenna þetta atriði. Já. Ekkert skrítið. Áttu þetta til einhverstar? Já, ég mun finna þetta. Ég lofa þér því. Já. En þannig já, stelpan átti tannburstan og allir sattir. Angata vilvatni og feskur. Já, það var reyndilega. Og svo kom ég ljós að Svansi sem er útvarpskona hérna og hann er í útvarpsstöð. Hún býr hérna. Já, ok. Já, þannig að hún á mókin seðlunum eða? En maðurinn hennar hélt allan tíman að ég var að koma að heimsækja hana. Já, ok. Þetta er bara að koma með tannburstan. Já, og sínir hans, þeir voru alveg bara, þeim fannst þetta eitthvað mjög skrítið, sko. Hvað, voru þið 4 hana? Já. Þú smeltið mér nú mynd. Já, þeir fengum mynd af mér, með tannburstanum. Já, þetta var reyndislegt. Já, með þessum orðum skulum við fá lagið Society með Eddie Vedder, en ekki fara langt því að við erum alveg að fara, Pétur er að fara að ringja og beða fólk að tróða einhver upp í... Það væri föstudagur. Þá væri ég að fara að fá mér eitt kalda með þér og eftir. Já, ég veit að það er stemming í okkur. Svona er að F9 blöð, það er alltaf föstudagur. Þá með ykkur á þessu miðvikudegi og Pétur Jóhann Sigfússon er hérna með mér, þessi mikli snillingur. Já. Við erum að fara núna í Pétur, það sem að, sko... Ég var samt ekki að segja já við því þú sagði þessi mikli snillingur. Jó, ég var að segja já við, nei, fólk geta frammi sem ég var að segja já við. Þú þarf nú ekki alveg að búin að fá þér smá gen í tónik og það finnst þér þú snillingur. Uppfullur að sjálfum mér. Já, en sko við erum að fara með lið sem að þetta er uppbóldið okkar Sveppa. Manstu ofta á föstudögum þegar við vorum í Stranganum. Þá gerðum við þetta inn á skrifstofu, þetta var ekki tekið upp eða neitt, þetta var bara fyrir okkur. Gerðum þetta til okkar eigin ánægju og gleði. Já, þetta er liður sem við köllum trottusinn í raskatuðar. Já, einmitt, og það hófst einmitt, já, ég gerði þetta oft þegar við vorum með Ding Dong líka, já. Það eiginlega byrjaði þannig að ég fekk rökkun frá einhverju lögfræðistofu út af ánættigjöldum á RÚV, held ég. Hringdi þákað og sagði þeim að tróða öllu þessu drasli bara fyrir raskatið. Ok, við ætlum að taka 2 símtöl núna. Við byrjum á, hérna, einni ólýstöð, Pétur. Ég skal hringja. Nei, hvað ætlar að segja það bara? Hvert við erum að hringja? Nei, ég meina, hún svarar örugglega þannig. Er það eitthvað rosalegt lindó eða? Nei, bara svona fyrirfram, skilur. Kannski er hún. Ok, ertu tilbúin? Er eitthvað reykjað þetta? Ekki ég. Ég fyrir reykingalykt. Ertu tilbúin? Ég var fættur tilbúin. Hvað ætlar að biðja um? Bone twist. Ok. Sjá, hvað er að klikka hérna? Halló? Nei, þetta fór ekki í gegn, býtu. Já, tökum við hérna. Ég þarf að ákvæða röddina, sko. Góðan daginn. Nei, góðan daginn. Góðan daginn. Halló? Okay, hvernig var hann aftur hann? Góðan daginn. Já, góðan daginn. Já. Ok, ég er tilbúin þetta. Ólis, góðan dag, Huginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ertu þarna með Bone Twist? Bone Twist? Já. Augnablik.
Þú lítur að vera með það. Það nú ekki gáfuleg bensinstöð sem ekki með bóntvist. Já, ég bara, er það ekki svo klútar? Nei, þú lítur að vita hvað bóntvist er. Já, það. Já, og hvað áttu mikið af þessu? Bara í heildina á stöðinni? Já, mér vantaði svolítið mikið af þessu. Svona 8-10 poka, þú 8? Þetta gákaði auðvitað inn á lager. Já, endilega gerðu það. Herru, getur þú hringt aftur eftir 10 mínútur? En hvað ertu með þarna í hillunni? Já, býtu. Hvað er það mikið? Ertu bara 1 poki? Halló? Já, þetta ekki svona, þú veist að tala svona bónklúta, eða ekki? Jú. Já, ég er með 6 hérna. 6 pokar? Já. Heyrðu, taktu það frá fyrir mig. Ég gera það. Settu það hérna og settu í poka fyrir mig, þannig að þetta sé svona sæmilega þetta búið. Já. Já, og trottu því svo öllu upp í raskat hjá þig. Það er ekki meira til að skemmta manni. Hvað er að þér, maður? Herðu. Láta mig, ég átti vandræði með að segja þetta. Herðu, við viljum að... Nú er til í næsta. Ok, nú ertu komin á ról, fáum eitt lag, svo ringjum við í bílastasjóð, ok? Já. Magasín, alla virka daga milli 7 og 10 á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Æla og brjóst hljóma mjög gyrnilega. Ekki missa Magasín í fyrramálið. FM 957 og Skemmtigarðurinn bjóða þér að finna Skemmtigarðinn Smáralind á Facebook, gera like á síðuna og skilja eftir símanúmer. Nokkrir heppir aðilar verða síðan dregnir út og fá að fara í Skemmtigarðinn Smáralind 5. 10. nóvember og vera fyrst vina sinna til að prófa. Sjövídarbíóið er það fyrsta sinna tegundar á Íslandi og Sleggjan gefur þér glænýtt sjónarhorn á Smáralindina, sjónarhorn sem að gleymist seint. FM 957 og Skemmtigarðurinn Smáralind. Dekkjahöllin er með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5, sími 581 3002. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Útataður í Reebok. Skrifaðu skemmtilega áskorun á vin og þú getur litið út eins og Reebok taska hafi sturtað yfir þig vörum fyrir 50 skall. Reebok Fitness á Facebook. Ertu til? Nóvember tilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Forever 21 er á outfit.is. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk er plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nælduður í inntak í næstu verslun. Föstudagsfjör á skautasvellinu Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasvellið Egilshöll. Bér kynnis. Kvöldstund með Kevin Smith, leikstjóra mynda eins og Clerks og Zack & Miri Mega Porno mun vera með uppistand og svara spurningum úr sal. Einstakur viðburður sem fer fram í Eldborgarsal Hörpu þann 11. nóvember klukkan 20. Miðasala á miðir.is og í Hörpu. Komdu og hlusta á bransasögur sem engin annar þorir að segja. NASA fagnar 10 ára afmæli laugardaginn 12. nóvember. Að því tilefni verða afmælistónleikar í samstarfi Finnlandia. Framkoma, FM Belfast, Guskus, Páll Óskar, DJ Margeir og Danny Deluxe. Nánar á nasa.is. Skór.is, netverslun og FM 957 ætla að bjóða þér að skóaðu upp fyrir veturinn. Við ætlum ekki að gefa þér eitt skópar. Nei, við ætlum að gefa þér skópar fyrir hvern dag vikunar. Farðu inn á Facebook síðu FM 957, fyndu skór.is leikinn og skráðu þig með netfangi og símanúmeri. Þeir heppni hlustendur verða síðan dregnir út og fá skópar fyrir alla daga vikunar. Sem sagt, 7 skópur, dregið út 11. og 18. nóvember í þætti Heiðars Austmanns. FM 957 og skór.is netverslun. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is.
Þetta er lagið Feel So Close með Kevin Harris. Gjörsamlega frábært lag. Já, frábært lag hér á FM. Stórkostlegt lag hérna verð. Herðu, já. Við vorum áðan ég var með þess að fá SMS frá Sveppa, vinn okkar. Já. Hann er ekki komið leið á drótum við raskataðir. Nei, hann er ekki komið leið. Ég er komið leið þig. Já. Skulum við sleppa þessu bara. Nei, heyrðu, sjáum við, hvað er þetta maður? Við áttum eitt hérna inni sérn í dag. Hvað okkur, má ég ekki sjá, hvað er að hlæja? Það var einhver mynd sem að vinnur okkar hann Pétur hérna sem að hjálpar okkur með tæknimálinn, hann var með einhverja mynd hérna. Ég bara, hún allt í hennu byrtist og ég bara gæti ekki annað en séðana. En það er erfitt að sína myndir í útvarpi og þú varst að tala um að Sveppa. Hann vil fá meira þessu. Já, og sem betur fyrir þá tóku upp annað fyrr í dag. Það sem við hringdum í bílastæðasjóð. Það er sem sagt áður að við fórum í auglýsingar og lag hérna áðan og þá var Pétur sem sagt að hringja inn og biðja fólk að taka eitthvað og tróða upp í endaþarminn á sér. Það er sem sólinn skín ekki. Já. Og eigum við ekki bara að fá að heyra Já, þetta var frábært lag, viljum við spila þetta? Það var eins og Gilsen eitthvað sem kom inn hérna maður, spilandi bara sömu lögin út og inn. Heyrðu, það sem ég vil sagt hafa er að ég á inni fyrir þessu síndali í bílastæðasjóð. Já, þú varst Þeir elda mig uppi þetta lið maður. Það er alveg sama hvar ég legg, eða hvað ég er að gera, eða hvað ég legg lengi, þeir eru einhvern veginn vitan ákvæmlega hvar ég er og hvar bílinn og alltaf. Þeir mættir með miðana með. Þannig að þetta var eiginlega uppsöfnum reiði hérna. Og uppsöfnum reiði og ég oft lendi líka bara, þú veist að koma rosa kurteis bara, heyrðu, er þetta ekki til að gefa mér séns? Ég bara, stökk hérna inn. Já, ef ég myndi gefa öllum séns, þá myndu aldrei, og kemur alltaf sama svarið, skilur. Þannig að þetta er bara mitt. Ok, skulum fá að heyra þegar við hringdum fyrir í dag. Reykjavík borg, góðan dag. Já, bílastæðasjóður. Já, get ég aðstoða þig? Já, ég með nokkra skuldir, ég ætlaði að fá að semja það. Er þetta að semja eða svona lækka þetta? Þetta er orðið svo mikið. Þetta er þar, eða þú ert með margar? Já, ég veit ekki hvað þeir eru margar. Er þetta að semja einhverja greiðsla á þessu? Það er bara ekki hægt í niður. Er ekki hægt? Nei. Akkur ekki? Það er ekki hægt að semja bílastæðaskuldir, sko. Ég sagt þér það, ég er þarna með nokkra skuldir. Ef þú flettir í þau, þá ætti þetta að vera einhverjir pappírar. Já, gefðu mig kendilu. Ég ætlaði að biðja þau að gera mér annan greiða. Já. Að taka bara alla pappírana. Já. Sem viðkoma mér og kannski bara alla pappírana sem eru á borðinu fyrir fram að þau og tróða það í öllu upp í raskat hjá þér. Ég er ekki með neina pappíra, því miður. Þeir tróttuðu í öllu upp í raskat hjá þér. Þetta er hrikalegt. Já, þetta er sko, nú verður við líka, ef það er eitthvað að hlusta sem að lendi í þessu, þá er þetta gamall liður sem að Pétur, þú ert vaksin upp úr. Þetta er barnaskapurinn mér sem vildi að heyra þetta aftur. Löngu vaksin upp úr þessu, sko. Já, enda með nýfættan son og... Já, nú er bara ábyrðin tekið við. Ég myndi aldrei gera þetta nema að því að þú baðst mig að gera. Já, þannig að við byggjum bæði starfsmanninn Ólís og bílastæðasjóð, innilega rannsókn á þessum dónaskap. Enda það verður ekki meiri dónaskapur í þessu þætti í dag, þó að hann sé nú ekki búinn. Gætur lumað á smá dónaskapur. Aldrei að vita, en við ætlum alltaf að byrja á því að fá Go með Delaya. Já. Yeah. Heyrðu þetta, þetta er flott lag. Já. Þetta er vangið mér. Er það bara ég, Pétur, eða er eitthvað sexy við þetta lag? Já, það er eitthvað sexy við þetta lag. Það getur öllurinn, sko. Ég er að heyra þetta lag í fyrsta skipti. Já, þetta er lagi Go með Delaya. Delilah. Já. Delilah. Er það Clapton á það? Hey there Delilah, what's it? Tom Jones. Tom Jones, já. Já, líka þitt sem þú varst að syngja. Já. Þetta finnst það nafn. Ég kannast við hann bara... Hvað hétt hún? Delilah. Hétt hún ekki líka Delilah, hérna vinkona okkar í Rockstar Supernova hérna? Nei, Delana. Nei. Hvað hétt hún að því? Delana það ekki? Jó. Nú, bara kemur vel á vondan, sko. Já, ég man þetta ekki. Ég var einmitt að kaupa nýjastu plötuna hennar, hún er stórkostleg. Vílíkur ferill sem hún átti eftir þetta. En það er hérna... Herðu. Varstu að kaupa plötuna? Nei, ég hef ekki heyrt um hann sem hún spilaði hérna í Staðarskála. Ég er svo trúgjarn. Ég trúi alltaf öllu. Við hefum oft nýtt okkur það í gegnum tíðina, hvað trúgjarn. En það er hins vegar komið að því að gefa. Já. Við elskum að gefa, betra er að gefa en að þiggja. Já.
Við ætlum að gefa spilið Fiasko, þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957. Ok. Þetta er sem sagt íslenskt spil sem er að koma út í jólinn og á að vera stórskemmtilegt. Og hvernig virkar þetta spil? Hvað er verið að spyrja um? Okkur eftir að spyrja það, ég hef ekki hugmynd. Þú veist það ekki? Nei, ég veit bara þetta er skemmtilegt. Þetta er spurningar um spilið Fiasko. Þetta er skemmtilegt. Þetta er bara skemmtilegt. Þetta gerir bara allt saman skemmtilegt. Já, þetta er meira frábært. Herru, skulum taka fyrsta hlustandan F95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið þá? Já, bara allt spikfínt. En þú sjálfur? Það er bara mjög rennilegt. Hvað er kallinn að hringja? Hvað segir þið? Hvað hringir kallinn? Herra, ég er bara leiðin í skólan. Skólan núna? Þú veit eitthvað snúað við. Stýrimannaskólinn. Stýrimannaskólinn? Já, nau! Stýrimannaskólinn? Rándýr. Mikið langar mig að vera þú. Já. Ég væri til í að vera á leiðinni í stýrimannaskólan núna, maður. Viltu skipta? Já, ég var alveg til í það. Hvað, ertu að taka pungapróf, eitthvað svo leiðis? Já, það er pungurinn. Herru, þið langar í spilið Fiasko? Alveg. Já, hvað heitir þau? Ég heiti Vopni. Vopni, herru, vá, hann heitir Vopni. Þetta er, hann er alveg niður þetta þessi. Hver son ertu? Hver son? Herru, Olgersson. Olgersson. Vopni Olgers. Það geti hljómað vel. Olgersson. Gæti hljómað vel, drengurinn heiti það. Gæti hljómað vel, meina ég hérna á FM, sko. Já, þetta er Vopni hérna með ykkur á FM 95 Blöðum. Já, FM 95 Blöðum. Vopni Olgers hér. Já, herru, þetta var bara fínast yngum að þér. Þú tekur eitt miðvikudaginn með mér. Já, Herr, Vopni Olgjörsson, þú ert búinn að vinna þarinn spilið Fiasko. Ég átt að spila hérna sem sagt eitthvað eftirhermu, ég fann hann ekki. Þannig Pétur, getur þú ekki tekið eitthvað eftirhermu og hann á að giska hvort það sé rétt? Ef hann nærði því þá vinnur hann spilið. Ekkert ef ég næði, ég er búinn að vinna þetta og er að koma í þáttinn. Já, hann er löngum búinn að vinna þetta, mann. Ok, kottu með eitthvað eftirhermu, Pétur. Þú ert svo góður í þessu. Já, ég bara gera það bara, ég er ekki með neina eftirhermu. Kottu með eitthvað nýtt og ferskt, varst ekki byrjað að leika þér svo köttu eða eitthvað? Eitthvað, hvað er það? Ég er að stríða. Já, komið þið sæl og blessing. Já, hver er þetta? Hver er þetta? Já, Herru, skýtt ekki við, Pétur, til hamingju með þetta. Vopni Olgersson, þú ert búinn að vinna þarinn Fiasko. En veistu hvað þetta var? Sem varst að leika? Já. Átti þetta að vera eitthvað eða? Já, Björn Tórósson. Gítarleikari. Já, ok. Kannast það einhvern við hann? Það er nákvæmlega eins og hann. Stórkostlega eftir að það verða. Herðu, þið eru flottir. Vopni, þú sækir þetta bara einn upp í 365. Já, hvenær? Bara á morgun. Á morgun? Á morgun. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Herðu, það leita vinnur. Bæ. Ok, bæ. Herðu, já, Vopni er spili ríkari. Já. En Ingólfur? Hvað segir þau? Ingólfur. Fær hann ekkert spil? Ég voru að veðja að það er einhver Ingólfur á línni. Já, byrju, ok, og að taka einn óeppin, svo næst ég er búinn að vinna spil, viltu það? Nei, hvað, hefur við ekki gefað 2? Ég held ég megi bara gefa þetta. Ok, gefum 2. Já, við getum ekki bara að grenja í nót til þessu spilum. Nót til þessu. F95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Er það Ingólfur? Þetta er ekki Ingólfur. Nei, ég heiti Katrín. Katrín, hvað er Katrín gömul? Katrín er 21. Nó, lögleg. Já, maður. Hvað hringirðu? Þetta ég er frá Laugavatni. Laugavatni? Já, ok. Eitthvað náttvattapartí þar í gangi? Ekki auðvitaðbygginu, nei. Nei, þetta er hæsa Pétur hérna hefur með, herðu. Ekkert mál að breyta því. En er hérna, það er ekkert vesið með þið að renna í bæinn á morgun og sækja eitt spil, eða? Á morgun? Já. Verður ekki að láta hann að gera eitthvað? Mér finnst þetta svolítið bara svona við svörum og gefum spil. Já, hvað hefur að láta hann gera? Ég veit ekki, þú ert gamall útvarpsmaður, hvað voruð þið að gera hérna í gamla daga ef að fólk átt að vinna eitthvað? Já, við gerðum, ég man ekki, hver er með þennan síma? Já, þetta er hann, já. Herru, jú, hérna, hvenær var Laugavatn stofnað? Laugavatn? Já, svaraði þessi dúlla mín. Ég veit það ekki. Þú veist það ekki, nei? Því miður? 7 mánuðum, sko. 7 mánuðum? Nei, það er ekki rétt. 2 mánuðum. Já, fluttir það eitthvað fyrir 7 mánuðum? 2 mánuðum, já. 2? Fyrir 2 mánuðum, ok, af því þú vissir þetta ekki, þá erum við að spáða að gefa þér frekar bíómiða. Nei! Viltu frekar spilið? Já, takk, það var fínt. Ef að gefa þetta spilið það? Ég er í tómi rugli hérna. Hvað geði þið spilið? Já, hvað heitir þú fullu nafni? Katrín Jóhannsdóttir. Katrín Jóhannsdóttir, já. Já, getið ekki fengið eitthvað vinkonur mína til að sækja þetta morgun, því ég er langt spurti. Jú, áttu vinkonur. Ég og vinkonur, já, nokkrar í bænum. Þá sendur hann, en hún þarf að segja nafnið þitt. Hæ? Hún þarf að segja nafnið þitt. Já, nafnið mitt, já. Já, þú varst að vinna þarinn Fiasko spil til hamingju með það. Snilt, frábært, takk aðeinslega. Takk aðeinslega, bye. Já, bye.
Já, ok, þetta eitthvað sem ég ætla að bæta úr næst Reykjavík-spil. Það þarf að vera eitthvað svona smá leikur í gangi. Já, að vera með eitthvað hljóðbút hérna, sko, svona eftirhermið með sól og hólm, en ég bara fann það ekki. Svo fyrst að við erum hérna, þá er rétt að minna á að varahlutavaktin er að rífa Hyundai H1 Starex. Það er 555 66 66 fyrir þá sem að hafa áhuga á því. Það stendur hérna, erum að rífa Hyundai H1 Starex. Inn á hvað ertu? Varahlutir eitthvað, df.is. Ok. Bjöllum ég á. Þetta er Daughtry, maður sem að slóði gegn í American Idol og ég hélt mikið með honum þegar hann var að keppa á sínum tíma. Já, hann heitir það, ekki Daughtry? Jú, hann heitir Chris Daughtry og hljómsveitin hans heitir bara Daughtry. Já. Fróðleiksmóli í boði FM 95 blöð. Já, hárrétt þér. Ég var samt að hugsa, Pétur, nú ertu búin að vera hérna hjá mér í stúdíun í tæpa 2 tíma. Já. Og já, þátturinn að renna... Sitt skeið. Já, ekki... Þú voru ekki að tala við minni. Nei, ég var reynd að spája það. Það er nóg að vera hjá þér, svo við tökum nú kannski svona smá plugg-hotn hérna í lokin. Já, ég meina, það er óþarf að skýra þetta plugg-hotn. Það er bara að fjalla saman, þetta félagarnir, mann. Ég veit það. Akkur talar ekki bara, þú veist, þegar menn í útvarpinu svona, þá eru menn að tala saman. Ég veit það, það sem að vilja ákvæða þú ert með sýningu í gangi. Já. Sem að heitir... Bara Pétur, Steini og Gaur með gítar, þegar ekki? Steini, Pési og Gaur á trommu. Já, Gaur á trommu. Já. Ég er með þess að búin að sjá sýninguna, sann skeiti á mig með þetta. Já. Og mjög skemmtileg sýning, það sem að þú og Þorsteinn Guðmundsson, þetta er svona í rauninni, þeir eru bara með stand-up og... Já, þetta er bara stand-up, sko. Það er ekkert verið að klæða þetta í eitthvað sparibúning, sko. Nei, en það er engin sýning einsamt, eða? Nei, ég finna það bara eins og uppistand er. Það er, þú veist, stundum dettur manni í hug upp á sviði að tala eitthvað sem að gerðist bara í dag, sko. Já. Ég hika ekkert við það, sko. Gera það bara. Tala bara eitthvað. Og engin sýning þar alveg eins, sko. Steini, nú erum við búin að sýna þetta 3 svar. Já, og eru ekki búin að sýna þetta á þeirra? Nei, við erum bara búin að sýna þetta 3 svar, sko. Svo er sýning annað kvöld og föstaskvöldið. Og Steini, hann byrjar alltaf á því og Gaur á trommu, sem er Helgi Svavar. Já. Sem er í Hjálmum. Þeir byrja alltaf að taka móti gestum, sitja svona á hérna, sviðsbrúninu og eru bara svona taka lagið og spjalla og svona. Steini hefur aldrei talað sömu hlutina til dæmis þar. Já, ok. Allar þessar 3 sýningar. Já. Það er bara mismunandi. Hvað honum dettur í huga spjallum. Hann er náttúrulega, sko Þorsteinn er náttúrulega einn af mínum uppáhaldsgrínistum. Hann, Jón Gnarr og þú sjálfur. Ég er svo sammála. Hann er líka bara eitthvað svona yndislega rólegur, slakur og svona, mann líður bara vel að horfa á hann, hlusta á hann og horfa á hann. Þannig að ég var til að detta bara inn í, sko, að horfa á hann, þegar að ég náttúrulega er hérna á bakvið og get hort á hann í rauninni svona á vængnum. Já. Sitt bara þar, nýtast bara alveg jafn mikið á fólkið, sko. Bara með ískaldan og... Já, nei. Fáum okkur kaldan eftir. Já, ég skilði. En nú varstu með hérna sýningu líka sem heit Sannleikurinn. Já. Það var svona meira leikrið samt eða ekki? Þar þurftur að fara eftir handriti og... Já, það var allt öðruvísi, sko. Hvort fílaðu betur? Ég kann betur við þetta. Já. Það hendar mér betur. Ok. Vera bara svona ekki rammaður inn í einhverja sýningu eins og þú segir, búin að læra texta. Það er að flytja hann. Svo voru náttúrulega menn, sko, sem að þurftu að vita, skilur, ljósamaður og hljóðmaður og það voru að vera að birta myndir og svona fyrir aftanni og ýmislegt svona sem að, sko, ég þurfti að fylgja handriti, skilur. Já. Það fríkar mig út, sko. Ég þarf að fylgja einhverju og eitthvað annað fólk þarf að vita hvað ég er að fara að gera næst, sko. Já, ég skilji. Það er aldrei... Þannig að það hendaði betur bara svona standa upp og geta sett bara svo vilt. Já, það gerir það, sko. Já, ég er persónulega búin að sjá sýninguna og hvet alla hlustendur til þess að kíkja á þessa stórskemmtilegu sýningu. Já. Mikið fjör og mikið gaman. En það er líka bara, Pétur, búið að vera sannur heiður að fá þig hérna í dag. Sannur heiður að fá að koma. Já, búið að vera virkilega gaman að hafa þig og svo á morgun í FN95 blöð þá er Hjörvar Hafliðason, fyrsti 50 dagurinn. Já. Hann verður með mér alla 50 dag og svo verður við 2 harðir hérna aftur næsta föstudag. Já. Það er hins vegar komið að lokum og enn og aftur takk fyrir komuna, Pétur. Já, bara sömuleiðis. Ég var að spá í að enda þetta hérna á smá Snoop Dogg, Gin and Juice, hvernig líst þér það á miðvikudegi? Ég hef ekkert út, þetta er mjög gott, allt saman. Herru, já. Fíla. Nú datt ég út. Later.
957 kynnir gammamyndina Tower Heist. What you trying to steal? $20 million. Bráðskemmtileg mynd í anda Ocean's 11 frá leikstjóra Rush Hour myndana, þar sem Ben Stiller og Eddie Murphy fara á kostum. Ski hats. No, ski mask. It's gonna cover your face. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 10. nóvember. I don't want you talking to me for the rest of the robbery. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. You know this is a bad idea, right? Tower Heist. Frumsýnt 11. nóvember í Laugardalsbíói, Smárabíói, Sambíónum Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Loksins komið út alíslenska orðskýringa og látbragðsspilið Fiasko sem fær fólk til að tjá sig. FM 957 og Fiasko bræða á leik með hlustendum alla vikuna og dæla út þessu stórskemmtilega spili. Hvernig myndir þú lýsa Sódóma Reykjavík? Hvernig myndir þú lýsa Gils í einu orði? Hvernig myndir þú leika keksverksmiðjuna? Fylgstu með á FM 957 í vikunni og eintaka Fiasko gæti orðið þitt. Hugsaðu út fyrir kassan og spilaðu Fiasko partíspilið í ár. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Tíminn peningar. Láttu hraðan í Apple fartölvunum vinna með þér. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Hvílum nú útvarpið aðeins á síbiljunni. Þetta svokölluð sígild tónlist. Viðtækinu finnst óskup notalegt að spila hana við og við. Ekki mikið samt. Þetta ekki það skemmtilegt stöf. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Látt ekki slá að þér í vetur. Vorum að fá nýja sendingu af fjölrefin úlpum í mörgum litum, Geysir Skólavörðustíg 16 og Geysir Haukadal. Ný plata frá Pollapunk komin út. Aðeins meira Pollapunk plata sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Nældu þér í inntak í næstu verslun. Hey, ertu ekki örugglega hjá Símanum? Það magnaður miðvikudagur og þú fær 20% ábót þegar þú fyllir á frelsi og ring á símin.is. Þú fær meira hjá Símanum. Miðnætur opnun. Verslanir Smáralindar eru opnar til miðnættis á morgun 5. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúninginn. Frábær tilboð og skemmtun aðeins þennan eina dag. Sjáumst, Smáralind. Viltu vinna ferðir 2 á enska boltan? Kauptu kókosmjúkis frá Kjörís eða Monster orkudrykki 1011. 1011, alltaf opið. Mörg þúsund vörur frá Forever 21 á frábæru verði. Outfit.is. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Nóvembertilboð á heilsumatseðli Ritso. Nefjur 890, kjúklingasalat 1190, heimsborgari 990. Ritso, Grensásvegi. Föstudagsfjör á skautasvellinu Egilshöll á föstudaginn frá 18 til 22. DJ Hannarún og Kristmundur Axel. Aðgangseyri 700 krónur og skautar innifaldir. Skautasvellið Egilshöll. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnastræti og Bæjarlind Kópavogi. Hey, þú sem ert hjá Símanum. Það 15% afsláttur af öllum BlackBerry tækjum bara fyrir þig. Þú fær meira hjá Símanum. Í kvöld partybingo á Café Simpson. Já, ég sagði partybingo, fullt af vinningum sem seðja þostan og þú getur einnig unnið ferð til Evrópu. Café Simpson. Eldsmiðjan, taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Árið 1991. Perlan í Öskjuhlíð opnuð. Hvað gerist 10.11? Á morgun 5. verður opið til miðnættis í Smáralind. Við bjóðum upp á gleði og gaman, ótrúlega glæsileg tilboð, vörukynningar og stór skemmtilegar uppákomur. Aðeins þennan eina dag. Pétur og Matti, Leiló, Dikta, danshópurinn Rebel og fleiri frábæri listamenn sjá fjörið. Hafðu það notalegt og byrjaðu jólaundirbúninginn. Sjáumst, Smáralind. NASA fagnar 10 ára afmæli laugardaginn 12. nóvember. Að því tilefni verða afmælistónleikar í samstarfi Finnlandia. Framkoma, FM Belfast, Gus Gus, Páll Óskar, DJ Margeir og Danny Deluxe.
Nánar á nasa.is. Bátur mánaðarins á Subway er alltaf ódýrastur. Subway. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Labyrinth og lag sem heitir Earthquake. 3 mínútur gengin í 7 klukkan er ekki tekin við af 95 Blö. Skemmtileg þátturinn hjá Auta og Pétri í dag og hann er það bila að fara inn á vísir.is ef þú mista þættinum í dag. Hann var drepfindinn og ef maður þekkir Auta rétt þá gerði hann þetta væntanlega til þess að stríða mér á lítið. Fyrsta lagi mitt í kvöld, hvað annað en 95 Blö. Gamla góða Backstreet Boys lagið og þeir eru hérna allir félagarnir. Skemmtilegt að byrja svona á miðvikudagskvöldi.